Ég heiti Júlía Rósa Atladóttir og ég framkvæmdastjóri lyfjafyrirtækisins Distica. Júlía, mér langaði að spyrja þig hvaða eiginleika leitast þú eftir þegar þú ert að leita þér að starfskrafti? Já, ég er búin að hrifin af fólki sem hugsar út fyrir boxið vegna þess að við þurfum sérstaklega á því að halda núna þegar að breytingarnar gerast hratt. Og svo skipulagt fólk, áræðanlegt auðvitað, hreinskiptið er líka gott. Við viljum gagnrýna hugsun, við viljum ekki öll vera bara með já-fólki í kringum okkur, þannig að ég held að það sé helstu kostirnir. Og ef við tölum aðeins eins og hvernig kannski það er dálítið að breytast umhverfið, núna vinnumhverfið og bara í heiminum, út frá nýrri tækni og svona, hvaða kosti heldur að séu gott fyrir framtíðina til þess að vera með? Ég held að við verðum að vera mjög svona opin huga allt, því að allt getur breyst og við verðum líka að geta sætt okkur við breytingar og verið til í breytingar. Okkar verstu löstur ef við erum að komast hjá breytingum því að þannig stöðnum við. Ég er með einn lista. Já. Sem að eru bara kostir, mannkostir sem langar að lesa upp fyrir. Ég langar að spyrja þig, hvernig myndi þér lítast á starfskraft sem væri kannski með þessa mannkosti? Ok. Þetta er tilbúin? Já. Manneskjan væri skapandi, eftirtektarsöm, fjörug, forvitin, óhrædd við að prófa nýja hluti, fyndin, einlæg, uppfinningasöm, með fjörugt ímyndunarafl, finnur nýjar leiðir til lausna og er hress og skemmtileg. Vá, þetta er drauma starfsmaðurinn, ég ætla að ráða þennan. Þetta eru frábæri kostir. Já, það er gaman að því. Vegna þess að þetta er allt jákvæðir eiginleikar sem að fólk með ADHD getur verið með. Frábært.